Hvar langar mig að búa, setjast að og skjóta rótum? Hvar finn ég tækifæri og svigrúm fyrir mig til að vaxa og dafna? Hvað með fjölskylduna, félagslífið, vinnuna, tómstundir og afþreyingu sem dæmi? Hvar finn ég staðinn fyrir mig og mína? Þarf ég að sækja vatni yfir lækinn og hvorum megin er grassi grænna? Það er sannarlega mörg á huga þegar veljum okkur stað til búsettu og þá er sem betur fer engin einn réttur staður fyrir okkur öll. Hér ætlum við að kynnast fólki sem hefur leitað aftur heim í ræturnar eftir að hafa flutt í burtu. Fólki sem snýr tilbaka með börn, maka, menntun eða dýrmæta reynslu. Hér kynnumst við einnig mökum þeirra sem hafa jafnvel litla sem enga tengingu við staðinn, því allir hafa sína sögu að segja. Hvert leitum við þegar við hugsum aftur heim og hvar viljum við eiga heima? Því þótt við kunnum að skjóta rótum, þá erum við ekki tré. Við getum alltaf prófað að flytja okkur set. Við erum stödd í Fjarðabyggð. Hér finnum við 7 þéttbýliskjarna. Hingað til höfum við heimsótt Mjóafjörð, Norðfjörð, Eskifjörð, Reyðarfjörð og Fáskrúðsfjörð. Nú er komið að syðstu þéttbýliskjörnunum, Stöðvarfirði og Breiðdalsvík í þessum síðasta þætti af ferðalagi okkar sveitarfélagið. Milli Fáskrúðsfjarðar og Breiðdalsvíkur liggur grunnur en fagur fjörður sem nefnist Stöðvarfjörður. Fjallarhingurinn grípur strax augað við komuna í fjörðinn en ofan við þéttbýlið eru það steðji og sauðbólstindur sem gnæfa yfir. Sunnan við rísa súlurnar sem eru háir og þverhníptir blágrýtstindar en gömul þjóðsaga segir að þar sé grafin tunna full af gulli. Kauptúnið hér nefndist eitt sinn Stöð en talið er að rekja megi þéttbýlismyndun aftur til ársins 1896 þegar Karl Guðmundsson fékk hér leyfi til verslunarreksturs. Fram að því höfðu hér búið útvegsbændur langan tíma sem sóttu lífsviðurværi sitt á gjöful fiskimið sem finna má skammt út af firðinum. Fiskvinnsla og fiskveiðar voru lengi vel aðal atvinnuvegir Stöðfirðinga en á síðustu árum hefur það breyst og nú má hér finna blómlegan listiðnað og ferðaþjónustu. Svona eitt leiðir á öðru og ef mann finnst gaman að gera það sem maður er að gera þá finnst mér kannski engin ástæða til þess að vera eitthvað að stressa sig á einhverju plön geta þróast og breyst og maður á bara einhvern veginn að leyfa sér að fylgja áhuganum. Hér búa Una Sigurðardóttir og Vincent Wood ásamt stórmeistaranum bassa. Una er myndlistakona en Vincent eða Vinny er hljóðverkfræðingur. Saman reka þau sköpunarmiðstöðina á Stöðvarfirði sem var stofnuð 2011 þegar hópur fólks tók við yfirgefnu frystihúsi staðarins. Nýjasta viðbótin þar er einstakt analóg upptökuver sem er staðsett í gömlu uppgerðu sílói verksmiðjunar. Þar er Vinny sannarlega á heimavelli meðan Una hefur umsjón með öðrum þáttum starfseminnar. It started as an idea in 2014. Myself and Una, my Icelandic partner, we were living in Ireland. And we said, okay, we want to move somewhere else. Ég held að vilja ekki vera þarna. Nei, komdu. Má ég sjá þig? What did you mean? Ég held ekki kannski að þetta æxlast bara þannig. Mér líður eins og ég sé góð í því sem ég geri í miðstöðinni og þá einhvern veginn er maður svona, já, þetta er mál. Mér finnst þetta mikið sens fyrir mig. Já! Ég eignast vinkonu þegar ég byrjaði í FB back in the days þegar ég var 16 ára sem er héðan og hún heitir Rósa. Og ég heimsótti hana
sumari sem ég var 17 ára og ákvað að vera áfram. Þannig að ég hringdi í vinnuveitanda minn og spurði hann hvort ég væri til í að leyfa mér að hætta og byrja í fiski. Þannig að ég vann með henni í frystihúsinu hérna það sumar og síðan einhvern veginn bara fléttast svona ýmsar tengingar aðrar við og ég vann einhvern tímann eitt sumar sem flokkstjóri og sundlagavörður og þú veist og síðan hefur bara einhvern veginn alltaf komið aftur þannig að þú veist þetta byrjar einhvern veginn þannig. No, I'm born in England but grew up in Ireland. So since I was 8 years old, I was in Ireland. So moved here in 2014 with Una. I didn't even know about Iceland. Well, I'd never even really thought about going to Iceland really before I met Una, and then it was just one of the very enticing options for building a studio was to come to Iceland. So Una charmed me into the idea quite easily, and so then we just moved here. Breiðdalur víðlend sveit sem skiptist í 3 hluta, Norðurdal, Suðurdal og Útsveit. Þéttbýlið hér nefnist Breiðdalsvík en fasta búsetu má rekja aftur til 1896 þegar Brynnesverslun á Seyðisfirði byggði hér hús undir sína starfsemi, en þá var fyrir vörugeymsluhús sem Gránufélagið lét reisa. Verslunarhúsið brann árið 1906 en var reist á ný vestan Víkurinnar og telst í dag elsta hús Breiðdalsvíkur. Það var síðan 1960 sem skrið komst á fólksfjölgun á staðnum og því óhætt að tala hér fremur ungt kauptún. Fiskvinnsla hefur löngu verið aðal atvinnuvegurinn hér, en síðustu ár hefur vægið þess minnkað. Á sama tíma hefur vöxtur ferðamennsku verið áberandi. Hér þarf nefnilega ekki að leita langt í mikla náttúrufegurð, kyrrð og ró. Í Breiðdal má finna margar skemmtilega gönguleiðir sem leiða mann að glæsilegum fossum eða upp í fallegt útsýni yfir bæinn og fjallarhringinn. Já, eins og segi, það bara það sem þú þarft hérna, það kaupfélag hérna og atvinna og þú veist, ef þú ert með atvinnu og getur keypt í matinn hana og þú veist, það þó ekki á nokkuð góðum stað bara. Hér búa Jórunn Dagbjört Jónsdóttir og Arnór Ari Sigurðsson, sauðfjár- og ferðaþjónustubændur á Þverhamri ásamt 3 börnum, en það eru þau Árdís Eva, 9 ára, Elvar Freyr, 4 ára og Ester Lóa sem 1,5 árs. Samhliða búskapnum vinnur Arnór sem bryggjustarfsmaður og Jórunn sem stuðningsfulltrúi á Breiðdalsvík. Ég fæddur og uppalinn hér og gengi í skólan hérna náttúrulega eins og allir gera og svo náttúrulega stunda íþróttir og annað og svo fer ég í verkmenntaskólan á Norðfirði og stunda þar nám og klára í vélvirkjun þar og flyst svo aftur hingað og byrja að vinna hér. Ég nánast fædd uppalinn á Stöðvarfirði og mest megnis ætti þaðan, en ég fer í verkmenntaskóla Akureyrar á 1. ári og svo fer ég á Egilsstaði á 2. ári og klára skólan þar og svo eiginlega bara flytt ég hingað 2013. Það er við kynnumst á Sauðburði á Þorvaldstöðum á bæ sem hérna innst í Norðurdal og en eru náttúrulega búin að þekkjast lengi. Svo ákveðum við að búa hérna saman og fyrst niður í bæ og svo 2019, 18 þá kaupum við hérna Þverhamar og ákveðum að vera sauðfjárbændur hér. Jórunn og Arnór eiga bæði tengingu við Þverhamar þar sem þau búa núna.
Já, amma hafi byggði þetta hús bara þegar hún var fyrir 30 árum og hérna, ég var náttúrulega mikið hérna þegar ég var barn með amma að hjálpa þeim í fjárhúsunum og pappa og mömmu og við vorum mikið hérna þannig að ég hef sterkar rætur í þetta hús en áður fyrir voru hérna bæir og Arnór tengingu þangað. Já, ég sem skýrður í höfuð á manni sem hét Ari sem bjó hérna þeirra við. Eitt af meginmarkmiðum sköpunarmiðstöðvarinnar á Stöðvarfirði að takast á við ýmis vandamál sem steðja að byggðarlaginu, eins og fólksfækkun og skorti á fjölbreyttum atvinnutækifærum. Áherslan frá upphafi hefur því verið á sjálfbærni og að skapa vettvang fyrir samvinnu og þekkingamiðlun milli skapandi greina til að stuðla að nýsköpun og fjölgun atvinnutækifæra. Starfsemi miðstöðvarinnar þá einnig ætlað að efla menntun á svæðinu og stuðla að lifandi tónlistar- og menningarlífi. Ég frá Reykjavík, þannig að við ætlum bara að vera hérna í hálft ár fyrst og við bara svona að stoppa við og aðeins eitthvað, gera með Rósu vinkonu eitthvað í sköpunarmiðstöðinni og flikka upp einu hljóðveri, eitthvað og síðan bara einhvern veginn You're basic. Já, við ætlum að gera ósla basic og síðan einhvern veginn bara æxlaðast þetta Og næf. Já, við erum ósla bjartsýn ósla hrass ósla dugleg. Atvinna einn af þeim lykilþáttum sem huga þarf að við val á búsetu. Á sumum stöðum nóga spennandi atvinnu í boði. Á öðrum það atvinnutækifæri sem hægt að móta og vinna með til að skapa sér ný störf. Þá eru sum störf þess eðlis að þau eru án staðsetningar og því hægt að vinna þau hvaðan sem The whole idea of moving to Reykjavik is like, okay, then we lose our somewhat lose our freedom. Like I would need to probably start working as an electronic engineer again for a big company. And then the idea of building the studio wouldn't be possible. This was always the more safer place to be financially, so. Já, það bara mjög mikið af atvinnutækifærum hérna og já, verið bara að rífa þetta virkilega vel upp hérna sko. Við erum með báta hérna, þrjá öfluga báta, 2 línubáta og að bætast við 1 snurúabátur hérna og svo byggðakoti hérna og annað, þannig svo verkstæði og svo breytarspyti og við erum með hótelin, skólinn og pósthús og þetta alveg bara virkilega björt framtíð þykir mér hérna. Like for me working, like whether it's like recording music or like doing electronics, that's also my play as well. Like I really enjoy it and I really, it's just my passion. It's kind of a like a grey line or between the two, which is wonderful. And I'm really, it didn't used to be like that for me. So yeah, I'm really glad of that. Þegar ég var lítilega ætlaði alltaf að vera sauðfjárbændi eða sjómaður eins og pabbi og mér fann það nú alltaf á mér. Mér líður vel í fjárhúsunum og kringum allt. Þetta mikill félagskapur sem myndast bara að vera sauðfjárbændi. Maður í miklu samneyti við fólki í sveitinni og ég held sé aðalega félagskapurinn og dýrin sko. Já, ég held að þetta virkilega gaman að starfa sem sauðfjárbændi og bara náttúrulega bóndi. There is a certain noise from living in a city that you get tired of, I don't know, is it with age maybe, and but I think it is tiring. There's so many benefits to living in a city, but there's also these drawbacks. Því miður staðan svo að sauðfjárbúskapurinn nægir ekki til að lifa eingöngu af honum og því þurfa Jórunn og Arnór að leita í önnur störf samhliða til að brúa bilið. Já, því miður þá það raunin í dag að við þurfum í rauninni bæði að vera að vinna með þessu þó við séum með þetta bú sko. Með 350 kindur og við verðum samt að vinna með því. En við vonum bara að það lagist, eða ekki.
fullkomin staða væri að hann geti bara verið annarkvort að vinna við búið og þá væri líka kannski allt upp á 10. Við getum bara sinnt þessu 100%. En það er erfitt að það er langi dagar þegar mann í vinnu og svo átt eftir að gera haug eftir vinnu líka. Þetta sérstaklega á haustina, þetta langi dagar sko. Árdís Eva Arnórsdóttir 9 ára, hugmynda- og hæfileikarík stelpa sem æfir fimleika og í 3 mismunandi skólum. Þegar ég var að koma heim frá mömmu og mamma byrjaði allt í einu bara að taka upp og ég segi, hún bara eitthvað, segja allum að ég að koma og þá allt í einu sá ég að litli bróðir minn var að koma með alla hlutana mína, þannig að ég kíkti. Þetta ekki herbergið mitt og ég kíkti yfir í gestherbergið, þá var það allir bara mitt herbergi. Ok, þannig þú komst bara og það var óvænt búið að græja nýtt herbergi? Já. Vá, var það ekki skemmtilegt? Jú. En ertu í einhverjum skóla hérna á Breiðdalsvík? Skólinn mjög lítill, þannig að Stöðvarfjörður og Breiðdalsvík eru saman í skóla. Já. Þannig að ég á morgun að fara á Stöðvarfjörð. Hvernig finnst þér að fara í skólann á Stöðvarfirði? Skrítið. Já. Er það mikið öðruvísi? Já. Já. Er betra að vera hérna á Breiðdalsvík? Nei, mér finnst það bara að vera jafn skemmtilegt. Já. Nema Stöðvarfirði þá fer eitthvað svona niður í sal sem er mjög skrítið. Svo eru fleiri tröpp niður og það er með bókasafn. Hvað gerirðu svona eftir skóla, til dæmis? Fer leika við bestu vinkonuna mína. Hvað gerir þið saman? Hún er líka heima í sveit, við förum alltaf heim til hennar. Já, hvað er það að bralla þar? Bara sko kindurnar og við ætlum að fara að smíða músahús. Já, hvernig gengur það? Við erum ekki byrjar, þegar við vorum akkurat að fara að gera það, þá þurfti ég akkurat að fara. Já. Þannig að það var svolítið leiðilegt. Ok. En þið finnst svolítið skemmtilegt að smíða það ekki? Þú ert með hérna lok, nefnir að segja mér frá því? Já, hann á að vera svona. En ég er bara búin að hafa lok, ég ætla að hafa myndir hér. Já. Og ég eftir að gera kassan og líka lokið undir. Svo ætla ég að reyna að hafa eitthvað svona dót. Já. Og reyna að opna hann ekki svona bara til þess að taka hérna upp. Já. Ætlar að hafa eitthvað sérstætt í kassanum? Myndir og eitthvað. Já. Eitthvað fallegt. Já. En þið einhverja kindur hérna eða ekki heima? Já. Eða ekki marga kindur? Jú. Hvernig það? 700 og eitthvað. Hvernig það eiginlega? Svolítið með glæti. Já. Ertu stundum að hugsa þær? Já. Já, eina kind sem heitir Dísa. Reyndar allar kindar mínar heita Dísa. Já. Akkur Dísa? Mamma kallar mig Dísa, þannig ég gleymi aldrei nafninu. Það er sniðugt. Við sjálf ásamt öðrum myndum samfélag með samskiptum okkar á milli. Hvort sem samfélög eru lítil eða stór, þá erum við alltaf hluti af heild, þar sem við skiptum máli, höfum okkar hlutverk og ábyrgð. Eftir því sem samfélagið er minna, þá eru ábyrgðarhlutverkið oft meira, en með því opnast oft tækifæri til að hafa enn meiri áhrif. Við erum samfélagið og til þess að það megi blómstra, þá þurfum við sjálf að leyfa okkur að vaxa. Ég held að þessi tilfinning seti staðar í menningunni yfir höfuð, hvort sem vart í stóru eða litlu samfélagi. Eins og til dæmis ég kem úr Reykjavík og myndlistarsennan á Íslandi er náttúrulega bara svona lítil, skilur. Og það er bara einhvern veginn allir að gera sjálfur og hún hefur verið rosalega svona listamannadrifin senan, þessi tilfinning í menningunni. Þú veist, hún verður meira áberandi, þessi tilhneiging, í svona míkrósamfélögum. Af því að þú veist, ef þú plantar 40 trjám hér, þá er það náttúrulega rosalega áberandi. Þú veist, en ef þú gerir það í Reykjavík, þá er það náttúrulega ekki eins áberandi. Það er nefnilega klálega máli, sko. Þetta liggur bara hjá okkur sem foreldrar að koma börnunum í það sem ef þeim langar það, þá bara fylgja því eftir. Það þýðir ekki að benda á aðra að ætla að gera
þú veist, akkur ekki æfing eða eitthvað, þetta bara hjá þér, að þú vilt hafa æfingu, þá bara reynir að hvetja börnin og þá bara farið það sjálfur eða því að skipta, sko. Eins og það segir, þá það, já, það samfélagið, við verðum að vera duglega. Já, við erum samfélagið og við verðum bara að gera þetta. Á svona litlum stöðum, sko, það engin svona íþróttarhreyfing sem hérna sem að halda úti æfingar eða bara hvað sem sko. Þú veist, við vorum núna í höfuðborginni fyrir ekstra stuð síðan að koma heim. Mér fannst að heimkomin var rosalega góð. Það var rosalega gott að koma heim og ég var svona, það var svona geðveikt senað og nágrann eitthvað, hæ, okkur krakkar, megum við fá tuman hana, fundin okkar. Þú veist, þetta var svona, það ljúft að koma heim. Þú veist, maður fann svona, einhvern svona, svona tók svona svolítið utan mann. Við erum allavega ekkert eitthvað ógeðslega stressuð. Mér finnst oft fólk, kannski vinir mínir og fjölskyldastundum vera svolítið svona öðruvísi þreytt af svona datingi og þangað og hingað og þarf að gera þetta og vera þarna og taka þátt þessu. En mér finnst við kannski meira að ráða sjálf hvað það sem við erum að gera og eða tímanum okkar í. Þú ert ekki að eyða heilu dögunum í bíl, eins og kannski Reykjavík, þú ert að fara í vinnuna og lendir í umferðarteppu og hérna skreppi bara inn í bæ á 3 mínútum eða minna. Svo bara tengi við náttúruna, þú getur bara farið í fjallgöngu og annað og þetta er bara við bæjardyrnar bara, náttúrulega. Og maður hugsa alltaf þess að maður ekkert að skreppa út í búð. Þú veist, ég er bara með 3 pakka af stílum, skilur upp í skáp og þú veist, þannig að maður svona hugsa kannski svona fram í tíma. But I think also, I mean, you know, there's also difficult parts to every situation. You know, you've got to be, when living here, you need to be focused on the fact of, okay, we're living very much far away from any family, like all of Una's family are in Reykjavik, and so you just got to make sure that you know, do regular trips to the capital, and it's just keeping busy is the, you know, one of the main things, and we're pretty good at that. Arnór og Jórunn hafa tekið eftir því að yngra fólk hefur verið að flytja til Breiðdalsvíkur síðustu ár, sem verður að teljast mjög jákvæð þróun, þar sem yngra fólk er oft duglegast við að fjölga sér og það færist heldur betur líf og fjör í samfélag þegar að þar er að finna nóg af börnum. Bæði hérna í sveitina sem er mjög gaman og hérna svona bara á Breiðdalsvík, það er svona, já, miklu bjartari horfur eldur en var hérna fyrir kannski 10 árum, sko, það er alveg verið að, já, komið svolítið að banda fjölskyldum og svo leiðist, það var samt með leikskólan bara á tíma, sko, það var kannski, ég man ekki 2 krakkar í honum eða eitthvað, það er hvað er 8 eða 10 í dag. Já, og leikskólan var bara til 2. Já. Og svo var hún lengt til 3 og nú er hann til 4, þannig að það var svolítið erfitt fyrir fólk að reyna að vinna og börnin bara í leikskólanum til hádegis eða 2 eða sem betur verið það. En það er búið að vera, já, bara bæta mikið hérna. It is a shock though when friends come and visit, like friends from Ireland or the UK, you know, and they're like, yeah, come to Iceland, come and visit us, and then they, you know, maybe we drive with them on the south route, and then they're like, what, are we there yet? You know, it's like, nope, 5 more hours. And they're, you know, of course initially shocked that we live so remotely. But I think in today's world with social media and being able to keep in contact with friends, both in Reykjavik and abroad, it makes the distance much less difficult. Við erum náttúrulega með sundlaug hérna og svo við erum með íþróttahús hérna náttúrulega, sko, þannig að það er engin afsökun að það er hægt að gera hluti, sko, það er ekki afsökun, sko, en já, eins og segi, það vantar bara fleiri til að meira börnum, já, meira börnum, fjölskyldufólki. Já, þannig það er bara, það kemur framtíðinni. Ef þú finnst þess að þú sért, þú veist,
rétta típan, en síðan eitt skilur, það þú tekur alltaf bara ákvörðun, þú tekur ákvörðun sem tekur næstu ákvörðun, þannig að það hægt að taka ákvörðun að pröfu eitthvað og fara eitthvað, það tekur tíma samt, ég hef stundum hugsað að það tekur kannski ár, að koma sér fyrir og byggja upp lífið sitt svona, en þó svo að ef þetta eitthvað svona sem eitthvað svona, kannski þetta pröfu þetta, þá einhvern veginn, það ekki 100 í hættunum þó að pröfir það, kannski þetta frábært, kannski þetta glatað, en þú tekur bara nýja ákvörðun, og þannig einhvern veginn hreyfir lífið áfram. But also to be a creative type, someone who's, can be very busy with their own, whether it's their hobbies or whether it's actually their thing that makes them money, that is quite important, because it's one thing moving here and, working in a fish factory or an aluminum smelter, but that doesn't, I don't think that gives you enough to, to be fulfilled. Já, ég meina við erum ekki tré, það hægt að færa ykkur stað og ég held að allir geta þrýst allstaðar, þú þarf bara að vera opinn fyrir því. Það hægt að skjóta rótum allstaðar, það alveg klárt mál. Áður en ferðalagi okkar Fjarðabyggð tekur enda þá rétt að staldra aðeins við og líta yfir farinn veg. Á leið okkar gegnum sveitarfélagið höfum við kynnst merkilegum einstaklingum, séð magnaða staði, heyrt fallegar sögur og lært nýja hluti. Við þurfum stundum að líta upp og út fyrir þægindaramman til að finna þessa staði sem fær okkur nýjar áskoranir og tækifæri. Sem betur fer engin einn réttur staður fyrir okkur öll. Grasið grænt báðum megin og vatnið þarf ekki lengur að sækja lækinn. Við getum því skotið rótum þar sem okkur sýnist. Allt sem við þurfum eru aðstæður sem henta okkur til að vaxa og dafna. Því þannig sköpum við blómleg samfélög á víð og dreif landið. Þótt þetta ferðalag sé senn á enda, þá það samt þannig að þegar einu ferðalagi lýkur, þá tekur annað við. Ný og spennandi tækifæri leynast þannig oft rétt handa við hornið. Ef við erum bara opin fyrir því, þá lærum við alltaf eitthvað nýtt á leiðinni og lærdómurinn af ferðalaginu einmitt veganestið sem beinir okkur rétta leið. Í áttina að rétta staðnum fyrir okkur og fjölskylduna. Það beinir okkur á þessa leið sem liggur alltaf aftur heim.